Já, komið sæl. Marathon þátturinn okkar heldur áfram og í beinni útsendingu og við ætlum að setja Íslandsmet eða ekki Evrópumet í þessu. En til okkar konið tveir gestir. Ég þekki þig, Gunnar Gunnarsson og fyrir þú heitir? Ég heiti Emil Andersen. Emil Andersen, já. Og með mér Oddný Eir. Það sem sagt, orðið bara frjálst, ég veit, Gunnar, ég þekki þig. Þú vilt tala um skipulag, Reykjavíkur. Já, svona láta ganga fyrir, ég geti talað KR líka eða fótbolta. Já, ég get það líka, sko. Við hittust nú í Múlakaffi í gær. Já, það í fastugestu það. Og þá vorum við að ræða mengun og svoleiðis, þannig að við vorum kannski bara að bóka viðtal almennilega umræðu það kannski bara í síðsumars. En núna, hvað það svona sem að... Ég mætti, það sem liggur með þín hjarta, búið að gera í 25 ár, 6 ár, það sem sagt flugvöllin burt og þétting byggðar. Og það það sem að tíminn hefur mikið farið í hjá okkur í samtökum betri byggð. Og ég fullyrði það að ég setti þetta svona 10.000 klukkustundir síðustu 26 árin. En félagið minn sem svo hóværa, sem heitir Örn Sigurðsson og arkitekt. Ég veið bara giska á að hann hefði sett 15.000-20.000 klukkustundir í þetta síðustu 26 árin, eða 30 árin. En hann vill aldrei staðfesta töluna, ég veit að þetta varkárt mat hjá mér. Já, þið hafið átt að brattan sækja. Rosalega. Þið hefði búið fram í sveitarstjórnarkosningum án árangurs. Já. Og það sko, ef ég mætti reyna að skýra það, ég get ekki sannað það, en við telum okkur hafa góðar líkur á því að það sé mikið til í þessu. Það sé sem sagt, í fyrsta lagi, það eru 5 eða 6 þingmenn út á landi sem ætti að vera á höfuðborgarsvæðinu út af kjördæmaskipuninni. Það hefur sín áhrif á Alþingi og pólitík. Í öðru lagi menn voða mikið trúir og tryggir sinni heimasveit, sínum heimareppi. Og við hefum giskað á að það taki svona 30 ár fyrir menn að verða þéttbýlingar eftir að flytja suður. Þeir kjósi gjarnan, steyði og kjósi gjarnan dreifbýlið að þeir voru eins og dreifbýlingar. Þannig þið megið hætta núna? Sko, við höldum því fram og getum alveg sýnt tölur það að þetta gott fyrir alla. Vegna þess að ríkið á svo mikið pening í lóðum undir Reykjavíkur flugvöllunum sem nýtast bara undir flugvöll sem léleg nýting. Með því að flytja flugvöllin í Hvassahraun, það sem alveg ágætt að hafa hann, það búið að sýna fram á bæði veðrið og hraunrennslu og allt það búið að tekka það af, það allt í góðum með það. En býtu, því að við erum að hleypa Emil aðeins, ég sé að þú ert ekki sammála með Hvassahraun. Nei. Ég sá að þú bara hristir höfuðið. Já, ég bjóst við því, sko, ég á búin að tekka hvað hann kemur. Þetta alveg skelfilegt svæði að byggja flugvöll á. Mikluna að fara þá upp á Hólmsheiði. Þar áhugamannaflugvöllur og á fínu stað, það má bara taka það svæði og stækka það í suður og austur og gera þar þá almennilegan flugvöll. Hvassahraun, sko, ég var að vinna í gamla daga þegar ég var með fyrirtæki á völlunum ég var með jarðvegsverktaka fyrirtæki. Og það fuku húseiningar þarna koll í vondum öðrum, alveg og sko uppsteypt hús. Það bara var eins og Dominóskauppar, laðist allt saman. En þú ert sammála því sem sagt að flugvöllurinn þarf að... Víkja? Ég meina, bara... ekki fara með hann út í Hvassahraun. Nei. Það alvesti kosturinn. Þeir eru sammála eitt hlut, sko. Það með Reykjavíkurflugvöllur basistíma. Þarna náttúrulega alveg svakara fallegt byggingarland og ég tala nú ekki það sem ríkja á þarna upp í hjá, hvað heitir þarna fyrir ofan hérna S.A. stóra... Já, Vogi, þú ert að meina hérna... Keldnaholti, já. Allt það land. Ég agenteraði fyrir á sínum tíma þegar nýji landsbrautin fór í byggingu. Alveg hringdi inn alveg vilt og galið og sagði þeim að byggja spítalan á svæðinu fyrir ofan S.A. Því að þar svo auðvelt í allar vegtengingar. Þetta miðsvæðis í höfuðborginni, svoleiðis eins og hún á eftir að byggjast til framtíðar
og eina vitið að byggja spítalana þarna. Mér fannst Rafn Gunnlaugsson kom með bestu tillöguna varandi framtíðarsvæði fyrir Landspítalann, það var Laugarnesið. Nei, Læsilegt útsýni Laugarnesið er bara friðað. Já, bara affriðað. Nei, ekki affriðað. Ég held hann að vera að tala Lönguskerinn frekar. Nei. Jú, hann býr sjálfur á Laugarnesinu, þess vegna tók ég svo mikið eftir þessu, hann var tilbúin að fara. Hann talaði líka Lönguskerinn. Já, það var í myndina, sjá. Var þetta ekki bara djók hjá honum með Laugarnesið? Já, veit ég ekki. Kannski miskili brandar og búin að ganga með hann í maðurum alveg síðan. Það dettur engum í huga að fara að gera nokkuð skapanlega þar. Lönguskerinn? Nei, Lönguskerinn er alveg stórsniður. Það var sett að vestamegin við skerinn er áll sem liggur svona og inn, en austamegin við skerinn eru bara svona freka grund og auðvelt að fylla það upp og gera veg frá norðurendasvæðinu á flugvellinum og þarna út í varðandi Bessastaðnesi, strákar, hvað segir það? Sko, varðandi flugvallarstað þá erum við ekkert harðir á því í betri bygg hvar hann verður í staði. Hann bara má ekki vera þarna sem hann er vegna þess að það eyðileggur svo mikið gott byggingaland. Og borgin getur ekki orðið almennileg og heil og þétt eins og hún gæti orðið með því að byggja þarna nema fari. Það eru margir staðir sem var hægt að setja flugvöllin á en Rögnunefndin svokallaða nefndin var að fjallum þetta einhvern veginn dálítið eftir hrun og þar var Örn Sigurðsson fyrir okkar hönd og Ragnar sem seinna var skrifstofustjóri Alþingis var yfir þessu. Þetta var farið gegnum málið fram og tilbaka og Hólmsheiðin var inn í málinu þannilega síðan, hún var bara ekki þannig eins góð eins og Hvassahraun. Vegna veðurs eða? Nei, Hólmsheiðin, það var Emil hristi bara höfuð. Nei, Hólmsheiðin bara var ekki talin eins góð, ég get ekki rakið allt saman öll rökin. Og gamla hugmyndin var að hafa þetta á Álftanesi en Hannibal Valdimarsson eyðilagði það eitthvað sem ráðherra með því að leyfa byggð þar sem akkurat flugvöllurinn hefði getað orðið. Og Lönguskerinn er bara svo dýr. Má ég aðeins grípa inn í og spyrja þig, Emil, að því er svo forvitin. Hvað rak þig á hingað rauðaborðinu? Hvað liggur þér svona helst á hjarta því nú veitum við að Gunnar, þetta eru skipulagsmálin og ég heyr að þú ert alveg vel heima þar en er það eitthvað svona eitthvað svona mál sem svona brenna á þér? Jú, það er nú kannski rétt hjá þér. Til dæmis eins og með vegamál og jarðgöng og annað. Það hefur ekki verið byggð jarðgöng hérna síðan ég veit ekki hvenær Dýrafjarðargöngin eru síðustu. Ég er orðið svo lélegur í minna, ég man ekki svona langt aftur. Jú, Dýrafjarðargöngin er ekkert svo gömul, kannski 4 ára eitthvað fleis. Er það ekki? Já, en horfum til 50-60.000 manna þjóðar sem er búið að bora út. Færeyjar, þetta er eins og sýslenskur rostur. En við getum ekki gert verið í sem sagt, svona reynsli og nýtt mannskapin sem að kann þetta til þess að gera fleiri göng. Hvað ætla menn að bíða lengi með að gera Siglufjarðargöng? Ætla að bíða hann til að fleiri manns eru búin að hrynja hann í sjó fram í einhvern stórin jarðskjálfta? Svo síið á veginum frá fljótum og að göngum er bara alveg skelfilegt og ég tala ekki stykki sem að fór úr hann að rétt vestan við gangnamunan ef maður þarf að fara nálægt brún þá horfum við bara niður í Hildgipi. Ég held að tækifærið skapist núna vegna þrýstings frá NATO af öllum stöðum vegna þess að við verðum að setja 1,5% af þjóðarframleiðslu í eitthvað tengt hernaðarvörnum eða eitthvað slíku og það búið að athuga það að innviðir eins og vegir, hafnir, flugvöllir þess vegna, þeir geti fallið þetta undir og þetta eru 70 milljarðar á árið þegar þetta er komið í fullt gildi eftir 10 ár, 2035, það er miklu peningar og hérna ég ætla bara að vona að það sé að fá smugu hérna hjá NATO að þetta teljist allt saman að vera innviðir
sem ég að telja upp og þá þurfa menn ekkert að hafa ágjörði að nýr flugvöllur kosti 20 milljarða því að þá hann bara innifalinn í innviðum til þess að koma til móts við NATO. Þess vegna kostum að vera á Lönguskerjum, Hvassahrauni eða Hólmsheiði eða hvað að verður sko. Hann kostar ekki nema 20 milljarða en það alltaf að segja að það sé verið að kasta peningum en lóðirnar eru 150 milljarða sem ríkið á undir flugvöllunum sem nýtast ekki neitt, 150 milljarða. Þannig að ríkið stórgræðir á því að flytja flugvöllin, borgin á kannski svo 300 milljarða í lóð þarna undir. Á pressunni í gömlu daga þá reiknum við það út að ef að við værum með jafn þétta byggð og Amsterdam þá hefði Reykjavík öll komist fyrir á flugvöllinu. Já. En það er náttúrulega stækka hérna síðan og flugvöllur er reynda minkað en það hefði París ef þú tekur þéttleikann í París þá höfuðborgarsvæði 4 sinnum á stórt af flatarmáli. Og þetta þýðir það að fólk neyðist til þess að vera með 2 bíl á heimili af því að strætó getur aldrei orðið góður í svona út þannig byggð. Það er bara ekki hægt. Og þá sparast rosalega peningur fyrir hvert einasta heimili sem getur farið úr tveimbilum í einn. Núna þið svona, hafið tóltið kynnt ykkur þessi mál í þaula. Má ég spyrja ykkur þá borgarlínuna? Hvað finnst ykkur borgarlínan? Borgarlínan að mörguleyti til frekar vanhugsuð. En sumt að því sem verið að fjalla í borgarlínunni alveg nothæft og gott en í heildina held ég að þetta verði ekki gott en hugsunin er ekki góð þetta lýsa upp bílina hólmi og það er ekki málið bara að hvernig alltaf setja þetta upp að það er hægt að gera þetta á miklu þetta er það sem borgarstjórnar meirihlutin miðvinstri manna sem hafa yfirleitt verið hérna við völd alveg síðan 1994 þeir treystu sér ekki og það var rétti á þeim þeir komið sér ekki gegnum alþingi þeir gátu ekki fengið meirihluta fyrir því hjá ríkisvaldinu að flytja flugvöllin og það út af sem ég var að tala áðan menn svo lengi að skipta skoðun þó þeir flytja í suður sko stiði ekki sjálfan sig stiði sjálfan sig eins og þeir voru hérna út á landi og gott og vel og þá bara eru menn praktískri í pólitíkinni og reyna að finna eitthvað sem næst best og það borgarlína þetta var aldrei á borðinu þetta kemur bara sem þetta svona eins og ósjálfsagt viðbragð því við gátum ekki þétt byggð með því að láta flugvöllin fara skítaræting þetta er skítaræting og hún er dýr og þetta verður ekkert voðalega góður strætó notkunin og strækun núna 4-5% af heildinni sem notar strætó það er einhverja bjarsýnar hugmyndur að þetta geta farið upp í 12% þegar borgarlínan komin eftir 10 ára eða 12 ár en það er undir þrýstingi frá pólitíkum sem að fá þetta upp í 12% þeir sem eru óháðir pólitíkinum að tala við undir 4 og hafa vitað þess að þessi er 6-7% þetta er skárri strætóhaldurinn í dag þetta er ekkert voðalega góð lausn og þetta er ekki þétting byggður neinu ráði Nei, hún var hérna hjá okkur fyrir bæjarfulltrúi Kópavogi var hérna í þætti hjá okkur í daginn og hún segir að skipulagið þar sem er núna verið að samþykkja að það sé eiginlega gegn borgarlínunni sko á að vera frá Hamraborg og svo yfir hérna Fossvoginn en það bara sé bara verið að skipuleggja sko byggingar sem að myndi þá koma þvert von í þetta. Hún í meirihlutanum þar? Nei, minnihluta. Já, sko málið það sjáðu, það er verið að þétta byggðina 50 metra til beggja, eða 70 metra til beggja handa frá borgarlínu. Öðru leyti er ekki mikið verið að þétta byggð. Og þetta kemur, þú getur bara mælt þéttingu byggðar í fjölda íbúða eða fólks per hektara. Og þá kemur ljós að við erum eins og amerísk borg eða áströlsk, það sem allt er á bólakafi bílum, það er vegna þess að það vantar þéttleikan. Þá neyðist fólk til að vera á tveim bílum ef það hefur efni á því. Það er eitthvað sem er eitthvað mest gagnrýnt bara í borgarskipulegin undanförnu, það er þéttingin. Sko. Dýralóðir og þessuna dýrar íbúðir. Þetta kemur óorða þéttingu, þetta er ekki alveg þétting, þetta er sko þriðja klassa þétting. Okay. En ef þú tekur þetta í stjörnu þá er þetta einna stjörnu þétting staðan fyrir 5 stjörnu sko. Svo með þarna sem sagt þetta skipulag á höfuðborgarsvæðinu í heild að þá er það í heildinu bara ekki nógu gott. Það er verið að gera ýmislegt sem er ekki bara í lagi
eins og í vegafrænkvöndum, til dæmis með að setja þessar stórhættulegu, ég segi hættulegu, ég gerði mikið að hraðahindrunum hérna á sínum tíma, en þessar hraðahindrun í dag, að því að bílar eru orðin svo leysa að þetta bara ekkert frá gólu og niður í götu, þetta bara, jafnvel þú sé að laumast eru samt að skemma á. Þetta er bara ekki í lagi. Og svo kosta þessar hraðahindranir í dag alveg ótrúlega peninga. Ég er búin að reikna þetta út. Þetta er ekki, en að sko kostnaðin er ekki svona svakalega við hverja hraðahindrun eins og þeir voru að segja þarna upp í Breiðholti. Þeim illa við haldið, það kemur á orði á hraðahindranir, en ég verð að bregðast við þessu vegna þess að ég er maðurinn bak við það að það var fækkað umferðarslysum í Reykjavík 50% þegar þess að ég var að skipta mér að pólitíkinni hjá Ellistanum. Þegar var verið að stilla upp kosningastefnuskráin 94, þá hafði ég þau áhrif. Það var samþykkt að það yrði 25% fækkun umferðarslys í Reykjavík og það myndi kosta á núverandi verðlagi 3 milljarða og það var sett í stefnuskrána vegna þess að ég vildi það. Ég var að vinna við þessi mála, bara engin peningur sem fyrir þetta, þá getur ekki fækkað slysum. En þetta skila mörg 100 milljörðum, síðan var haldið áfram og tekin annað 25% næstu 5 árum. 50% fækkun umferðarslys í Reykjavík á 10 árum, kostuðu 6 milljarða á núverandi verðlagi, er búin að skila nokkur 100 milljörðum í fækkun umferðarslysa. Það er aldrei talað um þetta, að því þeir á Ellistanum skamma sín fyrir þetta, því ég var að bak við það. Og þeir í sjálfstæðisflokknum skamma sér fyrir það því að Ellistin stóða þessu með mér. En hörðu, það eru konið tveir nýjir gestir. Kolbrún, Alviðsdóttir, verður velkomin. Og fyrirgeðu þú heitir þetta Kári Jónsson. Við erum bæði velkomin. Við erum búin að festa svolítið hérna í skipulagsmálum. Umferðarmálum líka. Já, umferðarmálum og skipulagsmálum og þeir vilja fá þið flugvöllinn burt og... En af hverju kemur þú? Ég vil hérna að fá orkuskipti í bílaflotan. Þetta er svo gríðarlegu gjaldeyrisparnaður fyrir þjóðina. Og hérna þarna er talað um 100 til 150 milljarða ef þjóðinni væri gert þetta kleift og hérna þá getum við farið að kaupa alvöru malbik sem blæðir ekki á 15-20 hérna stiga hita og með tilheyrandi skemmdum á vegum og bílum En núna sko fréttirnar það að núna selst mikið meira af hreinorkubílum eftir sko öfugt í fyrra held ég en núna það bara þeir eitthvað 60-70% af þeim bílum sem seljast Já, sem er bara alveg bara frábært Það líka komið miklu betri bílar það komið bílar eins og Puðsjón sem er með 700 km drægni ódýrir eins og D-bílarnir frá Volt sem þessi kýmversku þeir eru stærstu rafbílaframleiðendur í heimi ég er ekki að nýta úr þessu, alls ekki og þeir eru reynda bara með eitthvað rétt rúm á 500 km drægni en samt sem áður þeir framleiða batteríin líka fyrir marga af rafbílaframleiðendur og ég á sjálfur rafbíl búin að eiga núna í meira en 2 ár og sko það sem ég er búin að spara vera að kaupa, ég keyri mikið ég keyri við 3000 km á mánuði og er að kaupa rafmagn þó ég sé að kaupa þetta alltaf á þessum hraðhleðslustöðum þá er ég samt að kaupa rafmagn fyrir 10-11.000 í staðinn fyrir að ég myndi vera að eyða hátt í 100 skalli í dísel Ég er á Opel Mokka rafbíl sem ég lundi, það er alveg svo lúksus að gera það. En Kolbrún mín, þú ert ekki með bílatölu? Nei, ég bara keyri bensabílinn. Ég er fulltrúið þeirra. Já, eina þitt. Svo er það líka, það er sko að skipta svolítið mikið mál, er það ekki? Þeir hafa bara verið svo dýrir. Já, ég er að segja það, Hinir bílarnir, svoleiðis að maður hefur bara farið ódýrari leiðina, sko. Það er bara þannig. Það er líka galli við að vera rafbíl eins og ég semst er búin að, eins og fleiri komið upp á þann síða að skoða Ísland sérstaklega á sumrin og fara út á ýmiss konar landshorn og það er sem sagt þetta, það hafa verið biðraðir við hleðslustöðvar
það verið langt á milli hleðslustöða og þannig ég ekki komin yfir á rafbíl ennþá, ég er alltaf á leiðinni yfir á rafbíl. Ég búinn að fara út alla jarðir á mínum bíl nema ég aðeins skeptiskur á Vestfirðina vegna þess að það alltaf, eins og segir, langt á milli. Þangað vil ég nefnilega gjarnan fara, sko, þaðan ég. Það taka allir undir þetta. Já, ég meina, ég var á dísilbíl og ég var að kaupa olíu fyrir 25-30.000 á mánuði og ég kerði bara 5-7.000 kílómetra á hverju ári. Þannig að ég er bara í sama núna á rafmagnsbíl og þetta eru bara 3.000 kall á mánuði, sko, eða eitthvað svoleiðis sem ég er að nota, sko. Það er mikið rétt. Ég bý í 14 íbúða húsi og þar er sem sagt 2 hleðslustöðvar og það var aðfundur daginn og þá var þarf fyrir að fjölga helming, þannig að það er vandamálum alltaf að fjölga. Sem er bara dásamlegt, það er bara frábært. Ég tók þátt í því að bílskólalengjan helstustöðum eins og í gömlu hverfunum yfir Breiðholti, neðra Breiðholti, Seljakvað, það er bara mjög erfitt að komast í rafmagn til þess að setja fyrir helstustöðar. Ég tók þátt í því þó ég sé ekki ennþá konar rafmagnsbíl að setja upp hleðslustöðvar á hvern einasta bílskór í bílskólalengjunni upp í Brekkuseli, það sem er raðhús, það sem ég bý. Kostaði 170 skall á íbúð. Mér fannst það bara alveg sjálfsagt. Ég er alltaf á leiðinu á rafmagnsbíl. Eins og ég var að segja, ég kemst ekki á Vestfirði en þá á rafmagnsbílun nema að vera skítrættur og komst ekki aftur. Nei, ég nenni ekki að Má bíða ég lengi aðeins á klára þetta með gjaldeyrisparnaðinn? Já, sko, að spara 150 milljarða, sem sagt 100 til 150 milljarða, sko, það þýðir það þýðir líka bara styrkingu á gengi krónunnar sem sem sagt 142 á móti 1 evru núna og það munar aldeilis minna, sko. Þú veist svona bara kaupmátt launun okkar og allt þetta, sko. En talandi gjaldmiðilinn okkar, að sko flugfélögin hækkuðu flugfargjöldin og það var til þess að verðbólgan tók við sér og lánin okkar sem eru með verðtryggð lán, þau hækkuðu og afborgarna hækkuðu og bara út af þessu. Þetta er svo veikt, sko. Þú er nú búin að vera í stéttabaráttu og stjórnmálum. Þetta er ömurlegt. Þetta er náttúrulega bara ömurlegt. Hafið þið reynt að skýra þetta út fyrir útlendingum? Hafið þið reynt að skýra þetta út fyrir útlendingum? Verðtrygginguna? Nei, svo er annað, sko. Þetta með gengi skráningu krónunar, hún er handstýrð í dag. Það hefur alltaf verið. Nei, hún var fljótandi fyrir hrunþjófnað og alveg til 2013. En það sem mér finnst slæmt er það að verkalýðshreyfingin, hún virðist ekki hafa skoðun á þessu svona í gegnum kjarasamninga, loturnar og allt þetta. Þú veist, af hverju er það ekki? Nei, heyrðu. Verkalýðshreyfingin getur alveg haft skoðun á þessu eins og mörgu öðru. En þegar farið er að fara með einhvern pakka fyrir í samninganefndir, hvert á fólk þá að horfa? Fyrst og fremst að horfa þarna á það sem að auðvitað, allir myndu njóta, bæði ríkir og fátækir, eða ættu við kannski bara að einbytta okkur af þeim sem að við erum þarna í stafni fyrir? Já, ég tek alveg undir með þetta. Ég held það. En sko, ég er bara að segja, þetta þarf að vera partur af planinu. Heldur það að sé það ekki? Nei. Sko, vissum það, ég er bara ekki vissum þetta ég heima, í alvöru Kári. Ég er ekki vissum þetta ég heima á samningaborðið hjá stéttarfélögum í alvöru. Þetta bara hefur gríðarlega áhrif á kaupmátt launanna. En er ekki til fleiri stofnanir í þessu landi heldur en stéttarfélögin? Jú, til dæmis. Það þegja allir þetta. Það þegja allir, það er enginn að tala um gengi. Ekki Ólafur Jónsson. Nei, og ekki Kári Jónsson. Við erum að tala um þetta meira og minna allt saman. Og að því að við munum alveg þessa tíma þegar allir stukk út í búð að kaupa þvottavél eða bíl eða eitthvað í gamla daga. En það er líka alltaf þannig að ef eitthvað bjátar á í samfélaginu
þá stéttarfélögunum alltaf að taka á því, alveg saman hvað það er bara þannig. Sko þetta er dálítið miklar væntingar. Já, en annað, sko, sem náttúrulega augljóslega með krónun okkar, bara af því að þetta er veikur gjaldmiðill, við erum náttúrulega bara eina að nota þetta, það er bara þannig, og það er eitthvað Íslandsálag og hvað sem þetta allt heitir, og við erum að tala við erum að borga hérna bara almenningur í landinu og allt samfélagi, 300 til 400 milljarðar hafa verið nefndir á hverju ári og ef þetta er ekki eitthvað fyrir verkalýðshreyfinguna að hafa skoðun á ef þetta er ekki eitthvað fyrir pólitíkin að hafa skoðun á ég meina, það er búið að skilja á milli verkalýðshreyfingarinnar og pólitíkurinnar og það bara við þurfum að stoppa það ég man það, sko, hérna áður fyrir þegar Gylfi Arnbjörnsson var forseti ASÍ að þá hérna tók ég nokkur viðtöl við hann og þar á meðal hann var alltaf að tala þetta. Alltaf. 300 milljarða Íslandsálag. Já, nákvæmlega. Hann var alltaf að tala þetta. Sem að skila okkur hvert? Nei, ég meina það var ekkert gert með þetta. Það er kannski hljópmaður bara stálþil. Annar mál sem er svipað sem að verkalýðshreyfingin hefur ekki skipt sér mikið af og ætti að skipta sér af og er svo þágu launþegana, alveg bullandi mikið í þágu launþegana. Það er alvöru þétting byggðar. Þá getur við farið með þörf á bíl á heimili úr 2 niður í 1 bíl eða frá 1 bíl niður í engan bíl. Og það er næst bara með því að flugvöllurinn fari og þú þéttir eins og allir fræðingarnir segja hver einasti, hvort þeir eru íslenskir eða erlendir eða segja eitthvað annar borð, þétta byggðina það sem er þétt fyrir, það er að segja flugvöllurinn Vatnsmýri burt, byggja hellinga þar og stóran hluta þeirra fyrir láglunafólk. Það á erfiðast með að vera í útkverfum og vera háð bíl. Mér langar samt að segja sko, að láglaunafólk á ekkert betra með það að búa svona þétt frekar heldur en ríka fólkið. Það er bara ekki ásættanlegt að búa í þannig íbúð að fólk horfi inn gluggann hjá næsta og sjáu hvað er verið að gera. Þetta er komið út yfir allar þjóðabann. Það er útfærsluatriði sem hefur klikkað sumstaðar. Ég er ekki að verja það, en úr því að þetta þétta byggð alls þar í heiminum þá hlýtur að vera þetta að gera á Íslandi. Mér er að segja hvað aðrir gera. Við hefum ekki svo mikið sólarljós yfir árið. Nei, nákvæmlega. Sko, þegar hún er, Gunnar látt ekki svona. Það á ekki vera kostnaðarsólarljós eða og ekki hávaða heldur. Nei, alls ekki. Þetta er bara hefur klikkað í útfærslu. Ég tek enga ábyrgð á þessu. Ég er algjörlega sammála. En það sem hún var að segja, hérna, með sko láglaunafólkið og inn í sig hverfi, að til dæmis í Valshverfinu þar eru íbúðunar ekki verðlaðar þannig að hver svo einn geti kiftar. Það er bara fermeturinn þar er ekki að byggja fyrir sérstaklega fyrir þá sem eru láglauna út í Vatnsmýri og flugvöllin burt. Þannig eru lóðirnar sem bíða eftir því að vera notaðar og það er hvergi eins og auðvelt að vera á einum bíl eins og þar og bílur í staðan fyrir ef að kemur maturöðslun, Já, menn það kemur bara eins og millabúðin þegar þú er búin að þétta byggðina. En svo getum við líka að hugsa okkur það að partur af þessu öllu saman getur verið tekjuskiptingin á milli ríkis og bæja, bara sem dæmi, og við fáum bara útsvara fjármagnstekjum. Ég meina allir allt ríkasta fólki býr í Reykjavík þannig að þetta eru gríðarlegu póstur að því að náttúrulega í den þá var gjaldið tekið í burtu og eftir það byrjuðu all bæjarfélög að selja lóðirnar hæðsbjóðanda og þetta hefur bara komið hræðilega niður einmitt á fólki á lægstu launum. Þetta er bara veruleikinn og ekki bara í Reykjavík, þetta er bara út allt land. Og svo geta þessir aðilar sem að kaupa upp þessar lóðir og það er borginni til skammar og jafnvel fyrir sveitarfélögum lúrt á þessum lóðum alveg endalaust á þess að byggja á því. Má ég aðeins segja hérna, sko þetta er ekki alveg að Reykjavíkurborg geti tekið lóðin tilbaka. Eignarétturinn er svo sterkur og það þarf að breyta lögum inn á Alþingi. Og það er búið að vera stanslaust stríð á milli Sjálfstæðisflokks og R-listans og vinstri hlutans hérna í Reykjavík, Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei verið að breyta þessum lögum inn á Alþingi. Að borgin fái þessar valdheimildir.
Emil þarf að slaka á símónu sínum, það alltaf með það. En sko, við notum hérna það sem að flugbjörgunarsveitin eða var, þar lóð sem búin að, sko, undir einhverja blokk, sko, eða sambýlishús, segjum það bara, og þar hafa, sko, lóðin verið seld aftur og aftur. Ég veit það. Og var komin upp í síðastu vissum upp í 725 milljónir. Og hver borgar þessar 725 milljónir? Það svo sem kaupir endalega íbúðina. Nákvæmlega það. Þess vegna er fólk sem á ekki skililóni, það undar fælt frá þessum bestu stöðum. Þess vegna þurfum við að taka þetta tilbaka, færa valdheimildir inn í borgina, þannig að hún geti sagt bara, ef þú ert ekki búin að byrja að byggja eftir 3 mánuði, þá ætlum við að taka lóðinu tilbaka. Eins og í Vesturbuktinni. Vesturbuktin, Gunnar, hvað segir Vesturbuktina? Sko, við erum mjög háði að við erum mjög háði sem að hægri öflin segja og gera og þau virðast hafa mótað hugmyndaheim vinstrimanna sem eru margir við borðið og þannig að til dæmis að við tölum mikið að hann eða þeir sem sagt borgin. Þetta allt höfuðborgarsvæði sem meira og minna eins í lóðamálum. Við bjóðum allir blóðunar, þeir standa saman það að hafa lóðaskort á höfuðborgarsvæðinu til þess að fjármagna sveitarfélögin, annars getur ekki fjármagna sig. Eða verða að hækka fasteignaskatinn sem óvinsælt. Ég tek undir það að útsvara og fara á fjármagnið, það bara pólitík. Akkur ekki? Sjálfstæðismenn hafa ekki viljað það, hægri menn hafa ekki viljað það og varðandi þetta endalaust það svo mikill hávaði frá umferð þarna, það ekki birta inn þarna, Þetta útfærsluatriði sem hafa klikkað einhverju leyti og getur verið einhverju leyti rétt, en þetta ekki rök gegn þéttingu byggðar, þetta ekki af því að það þétting byggðar, þetta af því að einhverjir hafa klúðrað því sem þeir átt að kunna. Þeir eru að selja lélega vöru og komast upp með það því að eftirliti lélegt að eitthvað svoleiðis. Ég stóð sjálfur fyrir því, eftir ég var hættur í byggingarnefnd Reykjavíkur, að 3 blokkirnar þarna úti á Kirkjusandi sem Ármannsrétt byggði, voru lækkar 2 hæðir og settur múr út við götuna, af því að þó að ellistum völd, þá gáttu embættismennir logið í að Guðrún Jóns arkitekt, sem látin, sem var í skipulagsnefnd fyrir okkur. Þeir gáttu logið í að henni að vera í lagi með umferðarháfana þarna og sagði verið verkfræðistofn og reiknaði þetta út. Þá sagði, láttu þá embættismenn að sýna þér plaggi frá verkfræðistofni. Ég var að reikna þetta út sjálfur, samkvæmt gamalli handvirkaraðferð. Þetta 20 desibelum mikið, þetta heilsuspillandi. Og bróðinn sem var þá og þú ég vel að vinna hjá hann og Helgapóst eða eitthvað starf eini fjölmiðl sem tók fréttina frá mér þess vegna gat ég stoppað þetta það var að lækka blokkirnar allar 2 hæðir þess vegna býr fólkið ekki við umferð á í dag og borgin skaffaði 2/3 af vegnum út við að því hún tók þetta á sig í staðinn fyrir að reka mannin sem lauga Guðrúnu, mennina allt embætti byggingarkontóra lauga Guðrúnu Jóns að þetta væri í lagi. En hún var mæt manneskja. Herðu, elsku vinur og bróðir, ég verið að yfirgefa svæðið. Já, allt í góðu. Það er verið að kvelja mig að ná í hundinn. Já. Hann í passun. Það má ekki gleyma það. En við þakka þér kærlega fyrir komuna. Mér langar til að koma í viðtal aftur seinna og ræða önnur mál sem en það heyrist að við komum frá hljóðunum, en sko bara þakkaði mikið vel fyrir komuna, við reynum þetta örugglega aftur. Fjandilegt að geta ekki haldið áfram með ykkur. Ég ætla að byrja þetta spjall á léttu nótum sko, en þá eru Gunnar og Emil tóku bara að mér orðið að ég við Gunnar reyðum að sæmla þetta verið káeringar. En hann á það umfram mig, hann spilað með meistarloki. Spilaði með Akranesi líka. Já, en þú ert eini fótboltamaður í Íslandi sem hefur hætt algjörlega íþróttum í 5 ár og farið frá því að vera meistari með Akranesi yfir það að vera meistari með KR 5 árum setna og ég trimmaði ekki. En ertu ekki KR uppruna? Nei, Akurnesingur. En þú spilaði með mörgum þekktum mönnum sem eru fallnir frá. Já. Ég á góða menningar úr fótboltanum bæði með KR, Akranesi og öllum strákunum hinnum. Já, þú ert Íslandsmeistari með 2 liðum, það er fínt að þér. Varstu ekki hægri bakvörður? Mín gamla stað hjá Akranesi var
bara sama hjá Ellert, sko, bara hafsenda. Og það, ég kunni það best, ég var tekin, ég fekk að vera í svokölluðu pressuliði sem var B-landslið Íslands. Til þess að vita hvort það þyrfti að flytja einhvern úr B-liðinu yfir í A-liðið, þá þurfti að setja upp leik og kallað pressuleikurinn. Og ég spilaði hann 1961. Pressan og vann 5-3, en það var bara einn maður tekinn úr pressuliðinu. Það var svo mikið klík á bak við Guðbjörg komst í landslið. Og hver var það? Þessi eini, hann var akureyringur, Jakob Jakobsson. Hann var yfirburðamaður í leiknum, sko. Yfirburðamaður. Ég þekki bróður hans vel, hann dó alltaf snemma. Já, hann dó úr eitthvað slys út í Þýskalandi. Jóhann Jakobsson, ég spila golf með honum, veldrengur. En heyrðu, þá hérna íþróttirnar að baki. En þó það eilífsmál, sko. Það eilífsmál. En, sko, það sem ég var að láta það, að hérna, verðbólgan eykst, lánin okkar hækka. Svo kemur út einhver listi það að lífskjör hér í rauninni mjög bá. Það svo dýrt, við finnum þetta bara, við förum að kaupa í matinn, þetta alveg ótrúlegt álag á okkur. Dýrt að lifa? Já, mjög. Já, maður finnur það vel bara á á hvað pókin hefur hækkað í verði sem maður tekur heim á búðinni. Það bara botfyllir fyrir 5.000 skall. Já. Þetta alveg, tala ekki með að vera að kaupa sko, þvottaefni, svona þurrvörur sem dýr. Sko. Ég ætla að skjóta aðeins inn bara svona algjörlega brjálæðislega asnalegri hugmynd, myndu hægra með að segja. Okkur tekur fólki þetta sé ekki sama sem á vinstri kantinum og verkalýðshreyfingar og svo framvegis. Stofna bara samvinnu hreyfingar búð, bara gamla krónu upp á nýtt og selur bara það sem þarf, svona nauðsynlegasta, ódýrt. Þetta bara hægri menn hafa bara búið til paradís fyrir sig hérna á höfuðborgarsvæðinu og það þó eitthvað leifara samvinnuhreyfingu út á landi, ég veit ekki hvernig það standa sig, ég ætla ekkert að segja það. Já, nú lítið eftir heldur. Já, en sem sagt, þó framsóknarmenn sem voru aðalmennir í samvinnuhreyfingunni hafi meira og meira stóliðinni og þetta breytist í fjölskyldufyrirtæki þeirra sem stjórnuðu samvinnuhreyfingunni more or less. Þá þarf það ekki að þýða það að þetta sé ekki góð hugmynd. Nei, Gunnar Smári tala mikið fyrir þessu. Já. Kannski framkvæmunda, við erum kannski allir svo fullorðin við nenni því. Það allavega búið að planta hérna hugmynd. Já, sá fræjum, það líka, það líka mikilvægt. Svo hefur fólk líka talað um samvinnubanka. Já. Óhagnaðardrifin. Nákvæmlega. Einu sinni var það ekki gert þarna, Sparisjóður Alþýðu sem var svo Alþýðu bankin, en hann rann inn í einhverja samvinningu. Íslandsbanka. Já. Það var bara ekki nú að talandi það, Íslandsbanka, þá hann Bolli Héðinsson hagfræðingur, hann var að skrifa að núna búið að boða sko hluthafafund áður en sko stjórnarfund áður en að sko nýjir eigendur öðlast þáttöku í stjórn bankans til að afgreiða sko bónusa. Já, akkurat. Til þeirra sem eru núna, sko. Já. Áður en að almenningur keypti í bankanum, kemst að honum. Til einmitt að stjórna þessu. Já. Flott hjá Bolla. Þá held ég að einhverju hljóta að upplifa sig svikna. Já. Flott hjá Bolla að gera þetta, að tala um þetta. Gera þetta umtalsefni. Hann komið hingað, hann góðum maður. Já. Af því að við erum að tala um business og hvað er gert og ekki gert á Íslandi. Þá verðum við að athuga það af hverju var búið til skipulag 1960 og eitthvað sem það voru fengið danskir sérfræðingar. Þetta var rosalega mikið unnið, sem sagt faglega flott unnið, en pólitíkin ræður því hvað kemur út úr þessu. Sjálfstæðismenn stjórnuðu og þá búin að stjórna lengi. Þetta var amerískt bílaskipulag. Þeir bjuggu til amerískt bílaskipulag 1960 og eitthvað og það stendur meira og menna enn í dag þó að það hafi verið eitthvað að fikta við þétningu byggðar, þetta er lítil þétning byggðar og gengur hægt. Af hverju gerðu þetta? Það var ekki bara af því bara, þeir náttúrulega voru hrifnir af Ameríkumargir, hægrimennir og enn. Þetta var út af því að þeir áttu fyrirtækin sem fluttum bílana, þeir áttu fyrirtækin sem fluttum oljuna, þeir áttu fyrirtækin sem selduður tryggingarnar. Og ef að menn eru aðallega í stræt og einn bíl og heimili, þá var bara miklu minni business hjá þessum aðalum. Þetta er hagsmunagæsla. Herri, má ég aðeins hérna? Ég ætla aðeins að lesa hérna setningu úr grein Bolla. Eftir að ríkið seldi sinn hluta í Íslandsbanka virðist nú eiga að ríða á vaðið eins og
sem gerðist fyrir hrun sé löngu gleymt og menn hafi ekkert lært. Það er bara verið að fara bara 15 ár tilbaka. Já, sammála. Og þarna svo sjáum við hvað kemur út úr þessum hluthafafundi að hverju bónusarnir verða. Já. Þetta hérna og mér finnst fyrir svona grein sko og umræðum hana getur verið aðhald. Já. Og þetta alveg eins og hérna hann var það ekki hann hérna hvað heitir hann Marino Njálsson? Já. Hann til dæmis talaði það þarna í kringum hrunþjófnaðinn að hérna sko aðskilja áhættufíklana frá sko hefðbundnum hérna bankaviðskiptum. Og hérna og hann var að skrifa bara, það var bara í vetur sem hann var að minna á þetta hvar þessar hugmyndir væru svona bara öryggi stöðuleika áskilnað þar algjörlega leyfa áhættufíklunum að vera í sko að gamla og taka svo bara skellinn við bara ætlum ekki að bera ábyrgð á því aftur og útbúa bara þessa löggjöf við tókum hana fyrir hrun sko já, nákvæmlega og eftir náttúrulega en Ögmundur Jónasson hann hérna ég var með þátt og hann var gestur hjá mér og hann að tala svona bankan og hlis og þá sagði hann farið bara allir bara til útlanda með þetta og þetta var alveg þingmaður var gjörsamlega brjálaður en hann vissi alveg hvað hann segja. Ég held hann hafi líka bætt við að að þegar að þeir voru að tala að þeir eru að vera svona háum launum til þess að annars myndu við missa bankastjórnum til útlanda að þá sagði Ögmundur einmitt þeir mega bara fara ég held að hafi verið margir sammálanum mjög varðandi eftir húsnæðismarkaðinn með henni mann það er ekkert náttúrulögmál að hann skuli vera svona eins og hann þetta mjög hægri mönnum og businessmönnum í hag eins og þetta í núna þetta eiginlega bara paradís businessmanna eins og þetta í dag hvernig verður að fara aftur í tíman og til útlanda svolítið líka þetta þarf ekkert að vera svona alls ekki og hérna það til dæmis sagt að það gæti til dæmis verið öflugt byggingarsamvinnufélag hérna á svæðinu þeir hafa verið til hérna bara þetta allt svo í smá einingum út allt og allt meira mann máttlust og ekki mikið stutt við að vera hálfi pólitíkurinnar og eins og opinbera og ekki verkefnishreyfingin heldur nægilega vel þannig að verkamannabústaðakerfið lagt niður og gætluðust íbúðir þetta einhver mesta högg fyrir lánafólk sem það hefur fengið bara fyrir og síðar ef það hefði fengið að þróast áfram bara í þegar voru 8 sem það var þá var ekki verið að nefna hérna að það væri 25 eða 7.000 íbúðir þá sko miða við bara þessa þróun sem hafði verið en svo er líka þetta minn ágæti bróður hefur líka sagt hérna sko þegar byggðu neðra Breiðholtið þá var ekki haldin einasta ráðstefnu Nei hann hittist bara velviljaði menn bæði frá vinstri og hægri og svo heyrðu það við erum að gera eitthvað í þessu bara þetta var eiginlega lausn og mjög harðri kjaradeilu eins og búið að vera og svo líka hérna í hvað heitir það hérna öryrkja Hátúninu Hátúninu fyrir að það var byggt 1968 í hruninu síldarhruninu og hallarinu þá þurftu að búa vel að þessu fólki og þetta voru þá fínt allan á þeim tíma sem það var það var líka verið að byggja Hraunbæinn ég spurði að því hérna þegar mest af gósinu var í Grindavík og þar og þá náttúrulega koma bara þarna 4.000 manns bara inn á þennan markað sko á ónýtan húsnæðismarkað og þá spurðu fullt af fólki og þar á meðal ég og bara talaði þetta okkur ekki búið að kaupa 15-20.000 einingarhús og bara það er bara hægt að drita þessu það sko pláss fyrir þetta allt upp á Ásbrú sko Austurríkismenn ekkert sérstaklega vinstrisinna fólk hverjir Austurríkismenn og heldur ekki þeir sem stjórna Vín það eru 70% af öllum íbúðum í Vín eru í eigu sveitarfélagsins þar mesta ánægja í borg í heimi samkvæmt skoðanakönnun húsnæðismálin eru svo stór þáttur í afkomu fólks og líðan að ég get vel skilið þetta að sé ánægja í Vín það var viðtalið 2 konur sem erum við konar með íbúðilegu hjá Bjargi
Já, og þær sögðu bara, loksins eigum við þar heima, sko. Já. Já. Ég hengdu Ég sá þetta viðtal. Já, þetta var bara alveg, sko, sýnd í hnótskur hvað að gerast. Já. Ég bara spyr hér aftur núna, á hverju ekki búið að græja þetta? 15-20.000 einingar hús á öllum stærðum og gerðum, þannig að bara sem sko, það eru fullt af leigjendum og það er líka fullt af fólki sem gæti keypt svona húsa því að þau eru svo miklu ódýrari. Já. Það er hann í Njarðvík, þar er verið að byggja stiftum einingum. Já. Alveg heilt hverfi. Já. En það gengur, ég veit ekki. Nei. Herðu, en nú erum við bara að klára þennan tíma okkar. Ég ætla að segja bara eitt stutt. Já. Altså þetta hérna með að Hvassahraun sé ágætt til þess að setja þar flugvöll, það er ekki hugmynd hjá mér eða ágiskun eða eitt. Heldur hef ég þetta eftir mjög háttsettum pólitíkursum á vinstrikantinum í borgarstjórnar Reykjavíkur undir 4 augu. Prófið að tala við... Reglunefndin sagði það líka. Já, prófið að tala við undir 4 augu, helstu vinstri pólitíkur á Íslandi og þeir munu ekki neita því að það sé alltaf í lagi að byggja flugvöll í Hvassahrauni en pólitískt segja það að þetta sé ómögulegt og biðja mig að vera ekki að rekja sig vegna þess að það sé svo erfitt að stjórna landinu nema að hafa landsbyggðina með sér. Og sjáu því Kristrún, hún fór 25 fund út á land þegar hún var að búa til nýju samfélkinguna, hún hélt 2 fund á höfuðborgarsvæðinu. Bæklingur var búin til eftir því hvað landsbyggðin og skoðanakannir sögðu, sem voru mjög landsbyggðarlegar, sko einhvern veginn hvernig það voru byggðar upp þessu skoðanakannir, til þess að ná völdum og verða stór flokkur í Íslandi, þá var það nú að gera þetta svona. Ég er nú svolítið skotin henni sem forsætisráðherra. Eins ég sjáðu, hún spurði mig, ætlar að koma í veg fyrir að við komumst við ríkisstjórn? Nei. Og býttu svolítið með að vera þrýst á mig svona með flugvöllin. Það er svo óþægilegt, sko. Svo ég tólki hennar fas og hvað hún sagði og sagði ekki. Talið við undir 4 augu, talið við Dag undir 4 augu, talið við fleiri undir 4 augu. Ég myndi segja nákvæmlega það sem ég er að segja. Það er ekkert mál að byggja í Hvassahrauni. Það verður bara allt vitlaust ríkisstjórnarborðið og landsbyggðin trillist. Því það er búið að ljúga svo mikið af fólki og með því að svara því aldrei, þá heldur fólk að við sem vitlýsingar er betri byggð, sem bara ruglandi og þaulandi. Og kannski búið að hræða fólk líka. Já, ég meina það dettur náttúrulega engum í huga að byggja flugvöll í Hvassahrauni, sko, núna. Jú, vegna þess að... Það er í Gunnarsinni, þakkaði fyrir. Sjáðu. Hann múið tala þetta í klukkutíma nú. Nei, það eru gögn þetta, opinber gögn, og það er bara legið á þeim. Þú hefur aldrei heldur það að sé PFAS mengun í tönnina það. Ég heiti 700 klukktíma á síðasta ári. Ég haf flett ofan af samsæri eliturinn á Íslandi sem bara þegi verið í það mesta 5-6 ár að það er bullandi PFAS mengun í tjörninni sem kemur aðal út af flugvöllunum. Má ekki tala um þetta þessu vond pólitískt. Að lokum þá náðist Þetta eru við búin að ræða hér. Já, að lokum náðist 150 miljón krónur styrkur úr ES. Þetta bara fyrir bara beint. Það fór 150 miljón krónur styrkur frá ESB í þetta. Fréttinum það var fyrir hádegi á Bylgjunni og Vísir.is hvergi nema þá hjá ykkur. Ég hlusta ekkert á ykkur að því ég hef ekki aðgang á stöðinni. Ekki útvarp? Af því að ég er ekki með síman. Áttu ekki útvarp? Og ferðu bara YouTube. Ég vil gæta að sjá ykkur líka, sko. Já, þú ferðu bara YouTube. YouTube ég nota það svo lítið, ég ætlaði bara að reyna að komast á þetta bara... Þú þarf ekki bara opið á YouTube. Ég var að hlusta í morgun, bara í þeirra segja. Var ég að hlusta á 2 fyrrverandi formenn S.A.A. að tala saman á Facebook. Þórainn Tyrfingsson og... Ég er ekkert á Facebook, ég reyna að spara tíman, annars hef ég ekki 700 klukkutíma á árið til að tala við pólitíkusa. En ertu örugglega ekki áskrifandi hérna? Ég var að reyna að það klikkaði eitthvað hjá mér aðferðin við að komast inn og... Þau hjálpaði reyna það. Já, ég veit það, ég er bara leiðin þangað. Já, ég er náttúrulega alltaf latur við að ítreka þetta, sko. Marathon útsendingin sem stendur yfir frá eldsnemma á laugardagsmorgni til sunnudagskvölds, líkum nóttina, og þar verða flottir gestir og kemur óvart, þannig að ég myndi bara, ef ég verið þið þarna úti, ekki svo aðfara nótt sunnudagsins. Það verður brjála partí, en tilgangurinn er sá að styrkja rekstur samstöðarinnar, sem og veitir ekki af. Það kostar sko ekki nema 2.750 krónur á mánuði að vera áskrifandi, og það er þetta að fara bara inn á vef samstöðarinnar, og þar er hnappur til að gerast áskrifandi. Sumir borga meira, og það er alltaf leið með það. 2-föld áskriftið á 5.500, 4-fald 11.000, en það ræður hver veit, 2.750 settum við svona sem lágmark, en það er bara mikið undir, og það er mikið virði fyrir okkur sem erum að vinna hérna, hugsum við allan sólarhringi fram og tilbaka, að við fjölgum áskrifendum til að tryggja
grundvöllin. Er þetta auglýsa samstöðunarfélagið? Já. Ég sem sagt, þetta bara handfömi á mér að vera ekki orðin áskrifandi, ég lengi ætlað það. Já. Og ég borða reglulega í Múlakaffi þegar ég er einni heimili, 5 daga í viku. Þar sitt ég við svo kallar háborð fram við dyr. Ég sé það. Það eru aðalega hægri menn. Þeir segja samstöðun sem er betri fjölmiðlum á Íslandi, ef ekki svo besti. Þannig að það er nú alltaf hægt að fá betri auglýsingu. Ég ætla bara að endurtaka það sem þeir hafa sagt og tek undir. Samstöðun er sennilega besti fjölmiðlum á Íslandi og algjörlega ómissandi. Já, það er nefnilega sko. Maður heyrir þetta út allar trissur. Já, svo líka sko, hér væri allt í skýtt og volaði ef að Kolbrún kæmi ekki hérna og þrifi fyrir okkur hérna. Já, sem ég búin að gera síðasta halva ári. Já, hér komum við á sunnudagsmorgnum þegar við komum við þáttinn hérna sýnir Egils og það var alltaf nýskúrað. Allt reynd og fínt sem er mikill sómi af sko. Já. Herðu, en við ætlum að... Nei, þið slepp ekkert strax. Nei, ok. Ég er að segja að við þurfum að fá næsta... Nú? Já. Hér er misskilningur í handarhefingun. Ég er búinn að fara með eitthvað okkur mikil sverði að þið gerist áskrifundur og það er líka mikil sverði að ég kveði ykkur. Og ég þakki fyrir mig og ég verð nú aftur í dagskránni hérna seinni í dag en næsti liður er bara framundan. Takk fyrir Sæla sinni.